Gott að sjá ykkur. Takk fyrir að vera hérna með okkur í dag. Takk fyrir að gefa okkur tíma til þess að taka þátt í starfi Sjálfstæðisflokksins. Það er ekki sjálfgefið. Ég trúi því að ég eigi það sameiginlegt með mörgum hér inni að hafa alist upp á heimili þar sem ég var meðvituð það að hver og einn skipti máli. Og allt sem þess virði að gera, þess virði að gera vel. Að hvert og eitt okkar hefði hlutverki að gegna. Ég ólst upp við það að það væri á mína ábyrgð að standa á eigin fótum. Og með stuðningi frá mömmu og pappa, sem eru hér í dag, og trúa á stelpuna sína, sem forgangsröðu sínu lífi til þess að börnin þeirra fengju veganesti, til að standa á eigin fótum. Að við fengjum stærri tækifæri en þau fengju sjálf, ef við værum tilbúin að leggja það á okkur. Mér var kennt að vera meðvituð að bak við allt sem við fáum að njóta í lífinu framlag, metnaður, hugmyndaauðgi og alúð. Alúð fólk sem að sinnir verkefnunum sínum. Langflestir á þess að vilja fá sérstakar þakkir fyrir frægð eða athygli. Og fyrir sum af þessum verkefnum greitt, önnur tekur fólk að sér í æðri tilgangi. Að gera samfélaginu sínu gagn, hvert með sínum hætti. Það samfélag. Og ekkert gerist af sjálfu sér. En það þarf heldur ekki valdboð eða miðstýringu alla mögulega hluti og öll góð verkefni. Ég segi þetta vegna þess að nálgun okkar sem borgaralega sinnuð nákvæmlega þessi, en það uppi önnur sjónarmið á vinstri vængnum. Pólitík þeirra snýst að gagnrýna og krefjast. Pólitík okkar snýst að skapa, framleiða. Pólitík þeirra snýst að hafa vit fyrir fólki, en pólitík okkar snýst að treysta fólki. Og þegar Sjálfstæðisflokkurinn var stofnaður fyrir 95 árum, grunar mig að fólk hafi haft einhvern veginn betri tilfinningu fyrir þessari tengingu og þennan sannleika en fólk gerir í dag. Þá vorum við samfélag sem var að brjótast úr fátækt til bjargálna. Þetta var kynslóðin sem hafði þrek og þor og hugrekki til þess að segja sig frá erlendu konungsvaldi og verða sjálfstætt og fullvalda ríki. Ekkert smá verkefni. Við stofnun flokksins okkar kom fram grundvallar hugsunin á bak við stefnuna. Og þessi stefna, sem hefur ekki breyst, hefur þjónað landsmönnum vel í að verða öld og mun vonandi gera áfram. Af hverju segi ég það? Vegna þess að hún einföld og hún á svo vel við kjarnann í að vera Íslendingur. Og þessi kjarnyrta stefnuyfirlýsing frá árinu 1929 hefur fylgt flokknum allar götur síðan og verið hans leiðarljós. Sjálfstæðisflokkurinn var stofnaður til þess að vinna í innanlandsmálum að víðsýnni og þjóðlegri umbótastefnu á grundvelli einstaklingsfrelsis og athafnafrelsis, atvinnufrelsis með hagsmuni allra stétta fyrir augum. Og ég ætla að biðja ykkur aðeins að hugsa, ef að þau sem stóðu að stofnun flokksins fyrir 95 árum vissu hvaða ávöxt starfið þeirra og hugsunið þeirra hefur borið fyrir íslenskt samfélag. Haldið að það væri stolt? Ég held það. Í stefnu Sjálfstæðisflokksins kemur fram bjartsýni og traust gagnvart náunganum. Af því það auðvitað þannig að sá sem ekki treystir sjálfu sér né öðrum, það hann sem hafnar frelsinu. Það kemur líka fram að við eigum að vera opin fyrir stefnum og straumum. Af því að öðruvísi getum við ekki verið víðsýn. Þá kemur fram að við eigum fyrst og fremst að þekkja okkur sjálf, okkar sögu, okkar aðstæður. Sjálfstæðisstefnan, þessi borgaralega hægri stefna, hún getur mjög auðveldlega svarað flestum pólitískum dægurmálum. Við til dæmis viljum ekki ríkisrekstur nema nauðsynlegri þörf verði ómögulega mætt að öðrum kosti. Af því leiðir að við viljum ekki að ríkið reki banka
stundi verslunarrekstur eða kaupi tryggingafélög. Og ríkið þarf ekki og á ekki að veita alla þjónustu þó það greiði fyrir þá þjónustu. Þekkingin nefnilega dreifð á alla. Miðstýring ákvörðun að nýta ekki alla þekkingu og hugvit sem í boði. Það ekki góð ákvörðun. Þess vegna styður Sjálfstæðisflokkurinn einkarekstur. Og sama með hagsmuni allra stétta að leiðarljósi viljum við að sjálfsögðu nýta náttúruauðlindir okkar með sjálfbærum hætti til þess að afla orku. Orka undirstaða hagvaxtar og þar með velmegunar. Þannig hefur það alltaf verið og þannig mun það áfram verða. Við virðum rétt fólks til þess að finna sína leið að lífshamingjunni. Við vitum að fjölskyldan hornsteinn í samfélagsgerðin okkar og akkerið í lífi okkar flestra. Og umfram flest annað veit ég að við getum sameinast það sem Bjarni Benediktsson eldri sagði frelsið. Hann sagði: einkenni hins frjálshuga manns umfram allt það að unna öðrum frelsis, ekki síður en sjálfum sér. Þetta auðvelt í orði en erfiðar í framkvæmd, sagði hann. En einmitt þess vegna það þessar þjóðir heims, það fremstu þjóðir heims sem frjálsastar. Þær gera mestu kröfurnar til sjálfra sín og þegna sinna. Þeir sem unna frelsinu verða að muna að formlegt frelsi ekki nóg. Þeim ber að hjálpast að til að gera hverjum og einum mögulegt að njóta lífsins og hamingjunar eftir eigin vild innan ramma laganna. Og þetta hægri stefna sem ég veit að á helling inni í íslensku samfélagi. Og ég helga með stjórnmálum vegna þess að þessi orð Bjarna kristalla í raun allt sem skiptir máli og hægt að máta við öll þau viðfangsefni sem blasa við og við þurfum að finna út úr saman. Það betra samfélag þar sem fólk vinnur saman. Það betra samfélag þar sem við ekki með nefið ofan í hvers manns koppi eða hafa afskipti af því með hvað hætti aðrir ákveða að elta sína lífshamingju. Okkar stefnu ekki ætlað að tryggja sama árangur fyrir alla. Okkar stefnu ætlað að tryggja að allir fái tækifæri þar sem venjulegt fólk getur náð óvenjulegum árangri. En höfum það í huga að það skiptir ekki síður máli fyrir stjórnmálaflokk að bera skynbragð á líðan fólks og þessa lífshamingju. Að lesa lífsgæði út úr hagtölum mikilvægt, en vanlíðan, tilgangsleysi, fíkn og einmanaleiki orðin að slíkum vandamálum að stjórnmálaflokkar þurfa að hugsa þau ekki síður en efnahagsmál. Eða kannski sem efnahagsmál. Enginn eyland. Við þurfum á hvert öðru að halda og við höfum öll hlutverki að gegna. Við vitum að án samhjálpar mannlegt samfélag bæði tómlegt og kalt. Þegar einn hjálpar öðrum báðir sterkari. Kæru félagar, aðrir flokkar hafa í gegnum tíðina mátað íslenskt samfélag við 5 ára áætlanir sósíalismans. Við sjálfstæðismenn höfum lagt rækt við að fylgja sömu sterku og björtu leiðarstjörnunni í 95 ár. Þess vegna höfum við aldrei skipt kennitölu. Þetta höfum við gert og á sama tíma veitt yfirvegaða og agaða forystu í utanríkismálum. Við vitum að á þeim vettvangi ráða eingöngu kaldir hagsmunir. Þess vegna hefur Sjálfstæðisflokkurinn aldrei haft hugmyndir einangrun á alþjóðlegum vettvangi. Þess vegna hefur okkur þótt ábyrgðarlaust að tala hlutleysi. Með tilliti til legu landsins okkar og náttúruauðlinda hlutleysi í okkar tilfelli ekkert annað en fínt orð yfir varnarleysi. Við tryggjum öryggi landsins með samvinnu við bandamenn og þetta á sama tíma okkar stærsta fullveldismál og okkar stærsta efnahagsmál þegar á reynir.
Ef að innrásarherjum erlendra ríkja tekst ætlunarverk sitt að hleypa Vesturlöndum í bál og brand, hvaða þýðingu hefur það fyrir okkur hér? Bara einföld praktísk atriði, eins og hvað yrði virði útflutnings á fiski? Hvað yrði virði útflutnings á laxi? Hvað yrði Ísland sem ferðamannaland sem sækir á nákvæmlega þessa markaði? Hvernig myndum við manna störf hérna á Íslandi ef að stór hluti þeirra einstaklinga sem einfaldlega halda upp í þjónustustigi í landinu svara herskyldu á heimaslóðum? Við þurfum einfaldlega að fullorðnast, horfast í augu við veruleikann og hafa kjark til að bregðast við honum. Við þurfum líka að hafa næga sjálfsvirðingu sem fullvalda og sjálfstæð þjóð. Að vera verðugur bandamaður okkar og bandamaður þeirra sem hafa lofað að verja okkur ef á reynir. Fyrir herlausa þjóð það augljóst hagsmunamál að lögsaga og landamæri séu virt. Þetta eru blákaldir hagsmunir Íslands. En kæru vinir, við vitum öll að það styttist mjög í kosningar. Við sjálfstæðismenn höfum vilja og metnað til þess að standa undir því umboði sem okkur var veitt í síðustu kosningum og klára verkefnið. Það er nefnilega eitt af aðalsmerkjum okkar flokks að taka þá ábyrgð sem okkur falin alvarlega. Og til allra hamingju tilheyri ég flokki sem á í djúpstæðum hugmyndafræðilegum ágreiningi við vinstri sinnaðasta flokkinn á Alþingi. Þetta er ekkert nýtt. Ég er frjálslyndur hægrimaður. Ég get alveg sagt að sá lærdómur sem ég dreg af síðastliðnum 7 árum í þessu ríkisstjórnarsamstarfi eru meðal annars sá um sum verkefni og það höfum við sýnt og það höfum við sannað. Er hægt að ná saman þvert á hið pólitíska litróf. En auðvitað styttist í þeim verkefnalista. Og nú okkur sjálfstæðismönnum, mér og okkur öllum, farið að lengja eftir árangri í málum þar sem að hugmyndafræðin stangast mjög harkalega á. Og ég nefni þar sýn á það hvað teljast eðlileg ríkisumsvif og ríkisafskipti. Ég nefni orkumálin, ég nefni málefni hælisleitenda og ég nefni varnarmál. Þetta eru þau mál sem erfiðast að ná sáttum. Og við verðum auðvitað að vera heiðarleg við okkur sjálf og heiðarleg við okkar samstarfsfólk. Og þess vegna kemur það örugglega ekki á óvart að ég tel í raun óhugsandi að sama stjórnarmynstur komi til greina eftir næstu kosningar. Við í forystu flokksins og kjörnir fulltrúar hans þurfum að líta í eigin barm. Þegar ég hlusta á gagnrýnisraddir þá tek ég eftir því að gagnrýnin á Sjálfstæðisflokkinn kemur mikið, ef ég grísja svona annað frá sem að eðlilegt þá kemur mikið frá hægri sinnuðu fólki. Og ég ætla að segja að það eru tækifæri því þegar gagnrýnin að við séum ekki nógu hægri sinnuð í framkvæmd. Og ég heyri það sem sagt og ég tek það til mín. Ég vil vera í sókn. Ég heyri í raun ákall sjálfstæðari Sjálfstæðisflokk. Ég sammála því. En til þess að Sjálfstæðisflokkurinn geti framkvæmt meira í samræmi við okkar stefnu með færri málamiðlunum, þá verður hann einfaldlega að hafa breiðari stuðning. Næsta ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokkinn innanborðs verður þess vegna að vera borgaralega sinnuð stjórn sem leggur áherslu á frelsi fólks til athafna, þar á meðal í að finna lausnir á helstu áskorunum sem við blasa, sem að kerfið mun ekki leysa eitt síns liðs, heldur saman með fólki sem spyr hvað það getur gert fyrir samfélagið sitt. Þar sem áherslan á að auka verðmætasköpun til að standa vörð samfélagið, til að standa vörð velferðina. Og Íslendingar eru framtakssamt fólk. Okkur eru allar leiðir færar. Við viljum fá stuðning til þess að leiða Ísland, land tækifæranna í stormasömum heimi. Og með ykkur ætla ég að berjast fyrir nákvæmlega því. Ég er bjartsýn manneskja og ég veit að Sjálfstæðisflokkurinn og sjálfstæðisstefnan á alltaf erindi við íslenska þjóð. Þannig hefur það alltaf verið og þannig mun það vonandi áfram verða. Ég veit líka að við erum best skipulagða og traustasta stjórnmálaafl landsins. Jú, við erum undir ágjöf, það er staðan.
og undan því þýðir ekkert að kvarta. Við þurfum að koma þessu sem við erum að upplifa í einhvern uppbyggilegan farveg og til þess erum við meðal annars hér í dag. Við höfum bara verk að vinna. Það vitum við í forystunni vitum það og þið vitið það líka. En með ykkar stuðningi þá veit ég að við getum endurheimt styrk og blásið til sóknar í íslenskum stjórnmálum. Við höfum allt að vinna og einmitt þess vegna þá látum við ekki úrtöluraddir og svartsýnisraus draga úr okkur máttinn. Vegna þess að ekkert dregur jafn mikið þrótt úr sterku liði eins og barlómur. Og þótt ég segi þetta, skal enginn skilja annað en svo. Ég heyri hvað þið segið. Ég heyri ákallið að við gerum betur, brýninguna að herða róðurinn og hina sjálfsögðu kröfu okkar fólks að fylgja stefnu Sjálfstæðisflokksins eftir. Við kjörnir fulltrúar erum nefnilega svo rík, langt umfram alla aðra flokka í þessu landi. Við erum svo rík í okkar baklandi og við skiljum það mæta vel að vinur sá sem til vams segir. Okkur gefst tækifæri til þess að ræða saman hér á eftir það hvernig flokkurinn nær vopnum sínum og við ætlum ekki bara að ræða það hér í dag og halda svo áfram, heldur þurfum við að ráðast í raunverulega vinnu til þess að bæta þessa stöðu. Og ég tilbúin í þá vinnu með flokksmönnum því að það það sem þarf til. En við megum líka alveg bera okkur vel og formaðurinn fór vel yfir það hér áðan. Okkar grunnur traustari en annarra. Ef við erum trú okkar hugmyndafræði, trú hvort öðru og ákveðum það bara einfaldlega saman hér og nú, þá ekkert sem stöðvar þann kraft sem leystur yfir læðingi. Og ég ætla bara að biðja ykkur að líta bara þessi kringum ykkur og sjá þennan sal. Þetta sko litla útgáfan af landsfundi. Það eru 350 manns inni. Ef þið horfið á, ég held að jafnvel myndi leggja alla flokka saman, þá gætu ekki haldið þeirra aðal stóra fund með sama fjölda af fólki. Það engin flokkur sem keppir við Sjálfstæðisflokkinn í þessu. Og við erum rík af fólki sem heldur ekkert í þessu til þess að sækja bitlinga eða titla. Við erum að þessu af því að við finnum tilgang til þess að gera gagn. Okkur annt samfélagið okkar. Saman munum við tryggja að Ísland skipist áfram í sveit þeirra lýðræðisþjóða þar sem velmegun mest, friðsæld ríkir og borgararnir þeir hjálpa hvor öðrum. Þess vegna skulum við þétta raðirnar, en það bara ekki nóg að þétta raðirnar. Það ekki nóg að tala herra og herra við færri og færri. Við verðum auðvitað að breikka raðirnar. Við megum ekki gleyma okkur í að hugsa andstæðingana, heldur þurfum við að leita á nýja lendur, breyta efasemdafólki í stuðningsfólk og andstæðingum í samherja. Við þurfum að sannfæra fólk að það eigi samleið með okkur og það sem við trúum á. Og við þurfum að máta þau viðfangsefni sem að skipta mestu fyrir þjóðina við þá ábyrgu, frjálslyndu nálgun á samfélagi sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur staðið fyrir síðastliðna öld. Samfélagi þarf á hinum kristaltæru grundvallagildum Sjálfstæðisflokksins að halda. Kannski meira nú en nokkurn tímann. Ég ótrúlega þakklát fyrir að fá að standa hérna fyrir framan ykkur og tala frá hjartanu, eða frá maganum, eins og Ólöf sagði alltaf. Og ég ykkur ótrúlega þakklát fyrir það traust sem að þið hafið sýnt mér fram til þessa. Ég ætla að standa undir því, ég klári þetta verkefni með ykkur. Takk fyrir mig.